Já, komið í sæl. Suðlæg átt á landinu í dag og það verður þannig staðan næstu daga. Það varð öllu þyngra yfir hér hjá okkur sunnan og vestan til á landinu í dag. Jafnvel úrkoma á köflum. En þessari suðlæg átt fylgir nokkuð milt loft og það urðu þess áskynja í dag að hiti fór í 15 stig á norðausturhorni landsins á nokkrum stöðum. En við sjáum þegar við keyrum hreyfimyndarnir hér í ganga að á þrýstilínunum að það er sunnanátt hjá okkur og það er svo sem ekki mikið sem breytist á morgun í næstu daga. Við fáum alltaf inn úrkomubakka öðru hvoru, þannig að ákveðin á úrkomunni verður svona nokkuð breytileg jafnvel innan sólarhringsins og milli sólarhringa. En geta komið nokkuð vænar gusur inn eins og við sjáum til þess hér annað kvöld að þá mun bæta töluvert í úrkomuna þegar líður á morgundaginn. Og jafnframt sjáum við á hitasviðinu þetta hlýja loft sem að streymir hér til norðurs og verður nú svona viðlóðandi landið fram í miðja viku, en svo ætlar þetta kalda loft hér vestur undan. Það ætlar svona aðeins að ná yfirtökunum þegar hallar nær helginni. Og hvað var það svona þróuna hér á nærsviðinu, þá sjáum við að klukkan 19 voru svona úrkomufletti að finna víða yfir miðbyggi landsins, þurrt að mestu hér vestan til, allan að samkvæmt þessu. Og svo kemur nýr bakki hér inn upp að vesturströnd landsins þá í nótt og við búið að það muni því rigna nokkuð víða sunnan og vesturlands í fyrramáli klukkan 8. Hitatölur svona almennt séð á bilinu 5 til 10 stig, gætu svona slagað eitthvað staðar yfir 10 stigum fyrir norðan, en að öðru þetta skýjað en það er svona von til þess þó að norðausturhorninu mun nú eitthvað sjást til sólar í fyrramálið. Og í framhaldinu síðan þá sjáum við að þetta heldur áfram þetta ástand áfram suðlæga átt. Hún er náttúrulega svo ýkja hvöss á morgun og dregur svona aðeins úr úrkomunni þegar líður á daginn. Helst þetta sé þétting þá í fjallendinu, skýja öðru leyti og ekki þetta útiloka það falli nú einhverju dropar á okkur. Annað kvöld er staðan og þessa leið hitatölur þetta svona 10 til 15 stig getum við sagt norðalands, en svona rétt undir 10 stigunum hér sunnan og vestan til á landinu og síðan kemur nýr bakki inn eins og áður sagði þá inn hér á vestanverðlandið annað kvöld og getur orðið nokkuð ákveð úrkoma í þessu hér vestan til á landinu, jafnvel sem að bætir aðeins í vindinu og miðvikudagsmorgun verður staðan á þessa leið. Hittir svona almennt séð þetta 6 til 10 stig sunnan á vestan til, 10 til 15 á norður og austurlandi og áfram bjartast og hlýjast þá á norðausturhorni landsins. Og hvað var það þróuna síðan á miðvikudaginn, þannig svona leitað þessi bakki aðeins austur og hann svona trost með smá saman upp og dregur þá úrkomu þótt vafalaust muni nú rigna svona nokkuð drjúgt hér sunnan til á fjallendinu. Miðvikudagskvöld verður staðan á þessa leið heilt yfir bjartviðri á köflum norðan til á landinu og þar verður hlýjast, skýjað annars staðar og eins og áður sagði rigning á köflum og svo fram til fimmtudags að þá sjáum við að það bætir í úrkomuna, en úrkoma verður síðan smá saman skúrakenndari hér vestan til á landinu þegar líður á fimmtudaginn og síðla fimmtudags ætlar síðan annar bakki að koma inn og það er eiginlega hinn eiginlegu kuldaskil sem að leita þá austur yfir landið. Þetta er staðan þá á fimmtudaginn klukkan 12 og eins og ég sagði kuldaskil sem fara yfir og seint á fimmtudaginn og á föstudaginn lítur út fyrir að verða nokkuð óstöðugt hjá okkur. Það verður eiginlega hvöss suðvestlæg átt, getur verið allhvöss eða hvöss á köflunum sérstaklega hér vestan til á landinu og skúrir sunnan og vestan til og jafnvel él til fjalla. Lítur síðan örsnögt yfir Evrópu og hvernig veðrið er það er ágætis veður svona í Oslo og Stokkólmi og Kaupmannahöfn sem og Bretlandseyjum, óstöðugt á stórum svæðum hér þegar við komum hér til suðausturs, skúraleiðinga víða og jafnvel þrumuveður og hvað varðar Íberíuskagann þá er ekki von á þrumuveðri þar, en það getur vissulega í austurhlutanum gert skúraleiðingar á morgun. En við skulum segja þetta gott að vera í bili. Verið sæl.